Sveitinni flugum mér í 2. Páli Bjarka Pálssyni og krökkunum hans. Þið heiti hvað? Ég heiti Sigurður. Ég heiti Ásta Björk. Þú áttir að byrja á því að óska ykkur til hamingju með árangurinn á árinu. Takk fyrir það. Hverju má þakka þetta? Bara heppni eða? Nei, það þarf að hafa hana með, en þetta er náttúrulega búið að standa lengi þessi krossrækt hérna. Og ég tók náttúrulega í fínu búi hér þegar við komum, ég og Anna, sín tíma. Já. En við erum svona reynt að standa okkur í krossræktinni. Og það er mikið áhugamál og metnaðarmál fyrir okkur að koma upp almennilegum hryssum. Það er fyrst og fremst það sem skýrar árangur hérna, það eru hryssurnar. Það er náttúrulega stóðistum til þess að fara með þar undir. En maður á almennilega hryssur, kannski róa sig ekki 1-3 ár sem er alltaf að skila eins og hér og það er undanfarna ár. Þá er maður í ágætum málum. Og halda gæðunum í lagi, þannig það sem skilar alltaf, alveg sama í hverju maður hvort maður er rosarættu eða selja bíla. Það selst alltaf það sem að menn telja séu gæði. Já. Það er það sem að skiptir máli hér alveg. Nú var landsmótið hérna á heimaslóðum hjá okkur. Hvernig fannst ykkur það ganga? Þetta var skemmtilegt mót, fannst mér. Gekk vel og ég finnst það bara gaman hana. Það var alveg krossað, topp hrossum, kynbótarhrossum og við erum alltaf að batna hrossum. Ég veit ekki hvað þetta er eiginlega. En mótið tókst mjög vel. Það var frábær aðstaða á umtöðum, mínum mati, svona amatörnum hendi og gaman að vera þarna. Hvað finnst þér vera svona stafnan í þessu landsmótsstaða vali? Það er kannski ekkert að spyrja ykkur skakkaðingar því. Viljið þið hafa bæta einhverjum stöðum við eða? Það er svona bara álita mál svo sem ég held að það er búið að koma upp einhverjum aðstöðum landið þá náttúrulega mér er ekkert svo sárt það þannig að það sé þessum flestum stöðum á landinu en höfuðborgarsvæðið er engan veginn að mínum mati sé ekki staðurinn fyrir landsmót. Þá er landsbyggðinni. Það er mitt álit bara. Þannig að ég efast ekki að það veri mjög gott mót í Reykjavík og allt í standi með það en þetta er landsbyggðar á að vera landsbyggðinni, landsmót. Þessar hrossin fæðast og eru í sveitunum. Eyjafjörður, Rangárvallasýsla, Skagafjörður, sem ég er svo sem flest sama hvað það ef það eru forsendur fyrir því að halda landsmót annars staðar, þá held ég að eiga að vera á landsbyggðinni. Nú hefur líka verið svolítið með ferðaþjónustu hérna. Er það ekki ógreinað tækifærum í ferðaþjónustu og hestategndri ferðaþjónustu? Jú, það er það sem það var svo sem skilaði þeim tekjum á hennu fréttabú sem við þurftum að halda sem ekki var vegna hestapestar og alls þess áran sem voru að herja á stéttina þessar hestamanna undanfarin ár. Hér hefur alltaf selst hestur í annað ár. Þannig að það er svona það sem hendur þessu fín hérna hjá okkur í dag og bjargar okkur, það er ferðaþjónustan. Og þið eru á fullu temja, er það ekki?
Það var krakkarnir sko sem að sjá þann partí. Ég er svo heppinn að ég var svo mörg börn að þau gera það líka margfalt betur því ég náttúrulega hef gert. Það er svo lítið. Þetta er Eva. Það er hundamikinn en rennur ansi lítið í gegnum. Og hvað er svona merkilegast í húsinu núna? Ég er allavega rosalega hrifin að einum Sveins Hervarsinni sem við eigum, ekki að veita, Já. undan Smelli. Já, Smella er rópar undan honum, hvað heitir hann? Kili. Gefur flotta keppnistíður. Já, það er smart meri, það var með 9 fyrir Hegtöld og 9 háls og 4 rið. Þetta var fín meri og elskila hef bara góðum trefna. Já. Eitthvað undir mér er hérna, hvað, kappað að koma þáttur? Í trippunum, Já. Já. Flott. Undir hverju er þessi trippur sem er mest verið að temja núna? Það er alltaf verið bara, það er farið eina hrissu undir hvern hest á hverju ári og þetta er svona hrærigrautur svolítið, þetta er bara eins og sagt er, þetta er bara búfjárrækt. Þetta er ekkert öðru sem er með kýr eða fjö, þetta er bara spurning að finna rétta hestina á rétta hrissuna. Þetta er frekar einfalt í mínum huga. Og hvaða hestar stóðu upp úr á landsmótinu? Það voru svo margir, það alltaf átt að sjá því. En veitu hvað? Til dæmis. Já. Hún var hrifin að Herjólfs sem fastar, hann var svakar útgeislun og smartur. Og undir hvað fóru til dæmis þessu helstu meðlum? Við fórum til Herjólf. Já. Og við fórum undir Blísvara, við hefum eitt fallegasta, smartasta fólandi hér undir Blísvara. Já. Trissa, leik stjórnótt og við fórum með hendingu undir hann, hendingu við skila hér, Björgóðunhúsum, undir hans heg. Blísvarið er Arnssonur eða ekki? Jú, við ætluðum undir arfið, það tókst nú ekki, þannig við fórum bara í Næstu kynslóð? næstu kynslóð. Hvað notuðum meira? Notuðum svona gjafarkóli. Gjafarkólina og fórum með undir hann eld frá Torfanessi og vita frá Hólum. Kagarlíður. Fróðastað. Fróða frá meina. Hrym frá Hófavegina. Það er svona, já, reynt að fara með undir þann hest sem við höldum hendi hverju hirsu fyrir sig. Já. Ég er ekki tekinn einn hest og alltaf látið bossa undir hann. Ég hef aldrei verið. Nei. Svo ég segi, þetta er bara sem þessi almenna búfjárrækt, þetta er svona eins og ég segi, þetta er alveg í sama hvað grein maður er í. Þetta er kýr eða fjö, þetta er að koma að æxla saman góðum einstaklingum. En nú er þið svolítið flota að stóðastum. Hvað er stefnan með þá? Það er svo sem eftir sölu og er selt, en þessi hestar náttúrulega halda áfram eins og hrannar við og mann og seið. Hvað er náttúrulega bara framhald með þá innan landsmót. Á hvaða vettvangi það? Hrannar náttúrulega í kynbótum og hann er bara 500 gamall. Var annar í 500 flokki núna, síðasta landsmót. Það er svona lítið þóttið vel út með hann, svona jafnbjúgur aljaðhestur, kátur og skemmtilegur og seiður kannski jafnlokk, veit það ekki. Þetta er svona sem er ekki komin inn endalega ákvörðunum með hann. Þannig að það er svo sem eiginlegt meira á okkar hendi í dag, þetta er þessu tveir. Já, núna hérna komum við aðeins í spjall okkar aðan að Hólaskóla og þú hefur smá hugmyndir varðandi það, segja okkur aðeins frá því. Já, náttúrulega Hólaskóli er mikil lán fyrir Skagfirðinga að hafa skólann, því að hann náttúrulega styrkir héraðið geysilega í varðandi bara hestamennsku heilsinni. En svona varðandi háskólaformi hjá þeim þá náttúrulega væri æskilegt að fólk gæti tekið þarna ákveðna kúrsa, bara líffræði, breiðmennsku, jafningar, geta farið inn í skólann og tekið eins og bara í öðrum háskólum, það er við í háskóla í Reykjavík og tekið líffræði þar eins og bara í öðrum háskólum. Það kannski er ekki, þekki það bara ekki hvort það er
bara mögulegt upp á kannski skólinn bara smár til þess að geta tekið inn slíkra hluti. En svona fyrir okkur, svona þetta eldra fólk, það var mjög gott fyrir okkur að geta farið í skólann og tekið ákveðna hluti, ákveðna greinar út úr skólann. Sem áhuga að fara í gegnum. Það væri svona, já, myndi opna skóla svolítið og jafnvel í fjarkennslu líka í gegnum allt þetta, þess að tækningu tölvur í dag og þetta taka alls konar kúrsa í gegnum í fjarnámi og kannski að fara inn í skóla líka, eins og segja, ákveðna kúrsa. Stefnið þið að fara að horfa þegar? Ástin er búin með. Ég er búin með 2 ár. Já. Gamli tók. Og Eyrún er búin með 3 ár. Og Siggi er ákveðin að halda að fara í þetta. Það er klára stundin í voru. Já. Síðan, og langar stundir ekki eftir inn, það segja. Já. Er það ekki bara nokkuð bókað, eða? Já, þetta er kemur ljós. Kemur ljós. Takk kærlega fyrir mig og fyrir að taka á móti mér. Spjallið. Bara að koma inn og hlaða á þig. Bragi. Haldurstöðum, já, þú aftur hann. Svo er það með okkar. Sif og Ófi og Klara. Og fjölskyldan, myndarleg. Öll nema Ásta Björg, hún er ekki á þessari mynd, sko. Alltaf hana hann. Hver eru þetta? Þetta eru mínar. Júlía, Kristín og Þórdís Inga. Það eru okkur bótið endri í dag, heldur við núna eða eru þarna. 8 og... Það er skrítið. Já, það er eldist. Náttúrulega. Þetta er svo Sif hérna með hana Sóldögg sem er 5 metrar núna, fór í fyrstu hérna sumar. Ok. Þetta er skemmtileg mynd. Það er hérna. Þetta var hann tekið 14 metra gömul, geld, og það var eins og fyrsti leiturinn sem fór á henni, ég tók hana bara svona ganni, ég ætlaði þess að fór á henni. Það var bara nákvæmlega eins og ég fór á henni árið. Það var 6 metra. Það er eiginlega betri. Þetta er ótrúlega tross. Já. Glæsileg verið. Og hérna eru strákarnir. Segull, 6 metra, hann fór í fína tölur. Hann mikið sporthestefni. 9.52, 9 frá, 9 hvað heit. Þessu röndum víði. Rönda víði, já. Og Sif. Þetta er svo Seiður þegar hann var 4 metra. Hann er Reykjavík, nei á Hellusvík. Annar í 5 metra flokk. Kraftsonur. Hreimur. Farsall keppnisestur hjá Eyrún var með í skólanum og er með fyrir sunnan. Svo Siggi minn hérna á Glettingi, Kormáksinni frá Steinnesi. Það var svona hengangshestur, bara góður. Svo er hann Hrókur hérna sem hann var keyptur þetta 3 metra, eða 2 litla Hrísdals hestum. Hann er mjög góð hestur líka og svona snarpur töftari. Þeir eru sett bræður þessi 3 hérna og svo þessi 2. Það er Glettingur undan Kormáki. Gamla. Þetta er svona skýrkar í öðru og þetta er. Þessu er þetta að segið. Já. Geldingur. Geldingur sem að fyrstu afkvæmið hans. Já. Efnishestur. Já. Það er ekki það fólk sem að ekki völum. Svo var myndalegu. Svolítið að ófegi í ættinni. Þetta er náttúrulega undan þessari smellu sem er sama svíruð undan ófegsdóttir og Keili sem er ófegsbönni. Þetta var uppáldið þitt, það ekki? Það er uppáldið mitt, já. Já, svo var það hérna á eldri undan honum Móla á Smiðu. Það heitir Gullmóli. Þetta eru Gullmóli. Gullmóli. Já. Það er sumir þessu. Já. Þetta er efnisvóli. Það var ekki eiginlega hægt að skýra hann öðru nafni því að það gilti á hann þegar hann fæddist. Það var svona Já, ok. gullitaður. Undan Móla. Já.